Já, takk Linda. Við höldum áfram hérna í 21. Næst ætlum við að tala stöðu fanga á Íslandi og hingað er kominn Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við vilja byrja á að tala að á rúmum 2 árum hafa 4 fangar látist innan veggja íslenskra fangelsa, 2 á þessu ári og frá árinu 2001 létust 8 fangar og ljóst að þeim hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Hvað er að gerast á Litla-Hrauni? Staðan á Litla-Hrauni er náttúrulega töluvert verri í dag og síðustu ár heldur hún var til dæmis bara fyrir áratug síðan. Það eru veikari einstaklingar sem eru vistaðir í fangelsum í dag, lengra leiddir fíklar til dæmis. Það hefur verið að þrengja mikið að föngum á Litla-Hrauni líka. Það er að segja það er búið að taka líkamsræktartæki úr íþróttasölunum og það er búið að þrengja heimsóknarreglum og þannig að fangar í dag fá mun færri heimsóknir heldur en var áður. Hvernig byrjaði þetta svona að breytast? Er þetta nýtilkomið eða er þetta bara síðustu árum? Já, þetta er bara núna á síðustu árum sem að þetta hefur verið að breytast en kannski aðalvandinn á Litla-Hrauni er kannski fíkniefna og lyfjaneysla. Það hefur breyst alveg gífurlega á síðasta áratug til dæmis. Við erum alltaf með okkar skoðanir á því og hvers vegna. Já, nú hef heyrt til dæmis að eins og við talar lóðin eru búið að taka lóðafengu þeir með ekki nota það var talað að þá er að breyta sjálfum sér í vopn og eins að þeir með ekki vera með tölvur lengur á Litla-Hrauni. Hvað sem eru nettengdar eða ekki? Það er búið að taka alla tölvur af föngum í lokuðum fangelsum. Þeir hafa þó aðgang að tölvum í námi, þeir sem eru í námi í skólunum, en það er mjög takmarkaður tími sem þeir fá. En þeir geta ekki verið með þeim á herbergjum sem sagt? Nei. Þegar eftir að skóla lýkur? Nei. Það er búið að taka allt svoleiðis í burtu og það er, sem sagt, föngum hefur verið bannað að vera inn á klefum hjá öðrum föngum, heimsækja aðra fanga. Þannig að þú ert í raun og veru í kannski meiri einangrun kannski heldur en ætti að vera. Þannig að fangi sem vil kannski einmitt læra heima eða skrifa skáldsögu eða annað slíkt, það verður að gera það bara svona gamla mátan með stílabók og... Já, í raun og veru sko. Og hvert rekur hvað er svona uppáhaldspunkturinn því að fangelsismálayfirvöld fara þessa leið? Hvenær byrjar þetta? Já, sko það er nú bara þannig að fangelsismálin eru fjársvelt hér á Íslandi og það er ekki auðvelt að fá pening í innan málaflokk en það hefur aftur á móti verið auðveldara að fá pening í allt sem tengist öryggi. Það er að segja með svona ákveðin hræðslu áróðri og fá myndavélar og hærri girðingar og því líkt og það er eins og stjórnmálamenn veiti meiri pening kannski í þetta heldur en betrunarhliðina, eitthvað sem snýr að menntun og afþreyingu fyrir fanga. Hefur það eitthvað líka minnkað hjá svona aðgangur að mennta sig eða? Já, menntun hefur farið mjög aftur í fangelsunum. Í raun og veru er menntunin bara einhverju fjóra greinar sem þú getur valið og sem þýðir að þú kemst í raun og veru aldrei áfram í námi og það er boðið upp á fjarnám fyrir þá sem vilja. Var þetta byrjað í tíð Margrétar Frímannsdóttur? Já. Er þetta orðið eftir að var sem sagt skipt, eftir að Margrét hætti, hefur þetta versnað eftir það eða er þetta bara svona hefur þetta bara farið svona? Þetta er náttúrulega sko, Margrét náttúrulega byrjaði á sama tíma og kreppan og þannig að þetta byrjar svona svipuðum tíma og kannski ekki Margrét að kenna heldur bara kreppunni kannski frekar og vantar peninga í þetta. En á sama tíma er allt hert, það er að segja allar reglur og það er búið að vera aukast núna undanfarið líka. En eins og langar með að ræða hérna heimsóknir fanga. Ég hef svona heyrt að það hafi líka verið að svona það var verið svona erfiðara að fara að fá sem sagt ef fangi til dæmis fremji agabrot og þá geti hann sem sagt ekki fengið að sjá barnið sitt í alltaf 2 mánuði og það megi þá ekki komið í heimsókn. Er þetta rétt? Já, þetta er rétt. Ef þú ert færð agaveðurlaus sem getur verið bara fyrir óhlýðni eða fyrir neyslu eða eitthvað slíkt
þá missir þú réttinn til að hitta barnið. Barnið fær sem sagt ekki að koma að heimsækja þig og þar af leiðandi vera að brjóta í raun og veru rétti barnsins. En maður skilur samt alveg sko að það séu einhverjar reglur settar að því að auðvitað vill enginn að barn sé að fara að hitta einhvern sem undir áhrifum fíkniefna. Það bara ekki kannski eðlilegt og þannig að einhverju hluta þetta kannski eðlilegt. Það engar undantekningar á þessu? Nei, ekki svo ég veit en aftur á móti þetta alveg gífurlega langur tími og þegar menn eru á sínu versta stað kannski þá þurfa þeir á fjölskyldu sína að halda og börn fanga þurfa mikið á sínum foreldra að halda. Já. Þannig að þetta er svolítið svona erfitt mál og kannski á okkar mati mjög svona þetta er mjög svona erfið ákvörðun eða stífa reglur. Eins og maður heyrt að ef þeir ætla að fá barn í heimsókn þá þarf að tilkynna barnaverndunarnefnd það? Já, það er líka eina af þessu reglur sem var komið á fyrir nokkrum misserum og það hefur orðið til þess að fólk ekki komið með börn í heimsókn og sem Lenda þá að skrá hjá barnaverndunarnefnd? Já, það gefur augaleið að þegar fangelsi völd tilkynna barnavernd að þarna sé barn sem fara þar inn í tölvuna bara, þetta er ekki eitthvað bara bakgrunnstétt eða slíkt. Þeir fara á skrá hjá barnavernd. Þannig að jafnvel fangi sem að fer inn kannski fyrir, kannski ekkert einhver svakaleg brot og endar á Litla-Hrauni þegar ekki pláss einhver annar staðar og hann vill bara fá barnið sitt í heimsókn og þá hann kominn kannski inn hjá barnaverndunarnefnd þá sé allt í sómanum að heimilinu. Já, og það er enginn að fara í það. Það bara verður til þess að fólk kemur ekki með börnin í heimsókn. Já, og eru mörg dæmi það? Já, það eru mörg dæmi það. En svona ef við tölum líka aðeins við höfum oft talað geðheilbrigðismál fanga og mér langar svona kannski að spyrja þig því við vitum náttúrulega að hafa marg verið talað það að það ættu bara einhverju 3 stöðugildi sem sálfræðingar þarna og mér langaði að kannski að spyrja samt út í að því það virðist ekki vera miklu peningar til hana hvað heldur þú væri svona ódýrasta og kannski svona besta leiðin til þess að fækka þeim sjálfsvígum og líka bara svona bæta andlega líðan fanga? Ég held að sé nú bara gefi augaleið kannski að það þarf að minnka eftirspurnina af fíkniefnum í fangelsunum. Þegar menn eru geymdir á svona stað þar sem ekki þurfum að vera og engin aðstoð er að fá þá leita menn í annað. Það er bara staðreynd og það hefur sýnt sig. En ég held til dæmis bara að ef að útivist og líkamsrækt yrði sett hærra upp og opið meira heldur en í dag. Hvað fá þið langa tíma í líkamsrækt? Já, þetta sé ekki svona 2 tímar á dag, cirka 2,5 kannski. En það var hægt að auka þetta miklu meira og það þarf náttúrulega að auka störf í fangelsunum. Fólk þarf að hafa eitthvað við að vera. Iðjuleysið er búið að vera svolítið mikið í fangelsunum. Og síðan þarf náttúrulega að auka menntun og þá sérstaklega sko þegar kemur að verknámum og kannski þarf að þróa svona einhvers konar styttri verknám sem að menn geta orðið þá fengið einhvers konar diplóma sem koma með út í farteskinu. En ég held bara því meira sem þeir hafa að vera í fangelsunum því minna kannski langar þeim í eitthvað til að breyta hugabreitandi. En svo er náttúrulega líka að styrkja sambönd við fjölskylduna og það er kannski alveg númer 1 og 3. Og ef þú ert með góð tengsl við fjölskylduna í góðu sambandi þá minnkar. Er mikið það að bara fanga sér fara inn í fangelsi að þeir jafnvel bara missi bara fjölskylduna frá sér? Já, það er allur gangur á þessu. Komið jafnvel algjörlega einangraðir út? Já. Þú þarft í raun og veru ekkert vera lengi í fangelsi til að breytast og verða félagslega bældur. En iPad og þú hefur talað um það iPad og bara láta fanga vera með aðgang að neti og þannig getur verið í samskipti við ættingi sína. Já. Hvernig þetta? Já, við höfum verið að skoða núna undanfarið tilraunaverkefni í Bandaríkjunum, í Arizona, þar sem að fangelsyfirvöld hafa útvegað öllum föngum í lokuðum fangelsum og iPada. Og þar geta þeir verið í samskiptum á Skype við fjölskyldu
e-mail samskipti við lögfræðinga, sálfræðinga, félagsráðgjafa, þeir geta sótt allt í fangelsiskerfinu til þess að fara í opið fangelsi og annað. Þeir geta skoða fréttir. En þetta ekki upp á það að þeir geti verið að ofsækja einhverja sem eru úti í samfélaginu sem jafnvel brotið þá? Jú, en það er alltaf einhver hætta á öllu svoleiðis og þetta náttúrulega bara fangelsi og það þarf alltaf að gera ráð fyrir að einhver prósent misnotar allt sem hægt að misnota. Það er bara þannig og þannig virkar þetta til dæmis á Norðurlöndunum og það er bara gert ráð fyrir því að 10% eða eitthvað það munu alltaf koma upp einhver tilfelli en það er náttúrulega hægt að blokkera menn líka og svoleiðis en síðan er náttúrulega fangelsin sem slíkt, það er ekki lögregla og ef menn fremja einhvern glæp skilur þá er náttúrulega lögreglan sem tekur á því en auðvitað ef að menn væru með svona og eins og þetta er búið að vera í Bandaríkjunum og þetta hefur gefist mjög vel sjálfsvígum hafa fækkað 50% og fíkniefnaneyslu hefur fækkað töluvert og þetta er eitthvað sem menn ef þeir eru í stöðugum samskiptum við fjölskyldu og þeir geta hringt í ákveðið númer og ákveðið númer hringt í þá að þá vilja menn ekkert missa þetta og fylgst með til dæmis á Facebook öllu sem er í gangi í fjölskyldunni og þannig að þá ekki heldur út í samfélaginu. Já, nákvæmlega eins og þeir verða ekki einhverjum svona myrkri. Við höfum svona lítinn tíma eftir, mér langar að koma inn á eitt hérna í lokin að maður heyrt dæmi það að fangar fá þarna símakort til þess að hringja og að Fangelsismálastofnun sem jafnvel hafa bara tekur þarna af föngum með því að selja þeim þessi kort. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Hvernig það? Já, sko, það eru ákveðin svona símar, þú þarft að kaupa kort til að hringja og áður fyrir var þetta hjá símanum og fangar voru að borga alveg óheyrilega hátt gjald mínútuverð til að geta hringt og það stafaði á því að fangelsin voru að fá græða prósentur af öllu á mínútuverðinu og við man eftir að við börðumst í þessu á sínum tíma og fengum þessu breytt að það var annað fyrirtæki sem kom þarna inn og þeir eru alveg sko 60% ódýrar en síminn var en þá er samt sko fangelsin að fá prósentu af þessu. Þeir kaupa kortin á ákveð og selja þau síðan dýrarir. Og það er ennþá þannig að fangelsi eru að græða á... Kaupa þau með afslætti og selja föngunum. Já. Og á herraverði. Já. Við komumst ekki lengra í bili en við munum hafa fullt af öðrum spurningum sem ég hafði hérna handaður en við munum halda áfram að skoða málefni fanga. Guðmundur Ingi Þórðarson, formaður Afstöðu, takk fyrir komuna. Takk.